Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða landbúnað, stöðu bænda og landbúnaðar í íslensku samfélagi. Veður nú válynd í ýmsum efnum, eins og við vitum, vegna sviptinga í alþjóðaumhverfi og kannski má segja að bændur hafi hér á landi sem í öðrum löndum sterkari stöðu en stundum áður. Það jú þeir sem framleiða matvælin og kannski nú flutningar matvæla landa á millum eitthvað að taka einhverju breytingum. Þannig að við ætlum að ræða það aðeins hér næstu mínútur og ég ætla líka að ræða búnaðarþing sem að mér dettur nú í huga sé svona uppskeruhátíð bænda og íslensk landbúnaðar ár hvert. Búnaðarþing hefst á morgun á Hótel Natura og hingað komin til þess að ræða þessi mál. Trausti Hjálmarsson, vertu velkominn. Þakka fyrir. Þú ert formaður bændasamtakanna. Það passar. Já. Byrjum á þessu þingi. Já. Þetta svona þing þar sem að fólk sópast til Reykjavíkur í partí frá öllum landshornum? Já, það náttúrulega, það óhjákvæmilegt þegar fólk kemur saman en að það sé haldin einhver partí. Við verðum náttúrulega að halda í gleðina í þessu öllu saman. En jú, við erum að hittast á Natura á morgun. Það búnaðarþing, bændasamtaka Íslands og það eru fulltrúar fjölmörgu ólíku búgreina okkar íslenskra bænda sem að koma þetta saman á æðstu samkomu bændasamtakana. Þetta valdhafi bændasamtakana. Já, þarna ályktað og stefna sett. Þarna ályktanir búnaðarþings, þetta svona stefnumörkun stjórnar bændasamtakana. Já. Og við erum búin að vera núna, það búin að vera starfandi nefndir núna í aðdraganda þingsins sem að vinna að mikilvægum málum bændastéttarinnar og ég vil segja þjóðarinnar allrar vegna þess að við erum náttúrulega bara svo gríðarlega stór, sterkur og mikilvægur hlekkur í innviðakeðju samfélagsins, íslenski bændur og bændasamfélagið. Og þetta okkur mikilvægt að geta komið saman og ályktað okkar nauðsynlegu þjóðþrifamál. Já, þið hafi kannski ekkert alltaf notið alveg sannmælis og það hefur ekkert alltaf verið jákvæð umræða bændur. Það hefur stundum heyrst að þið séu bara byrði á ríkinu, þið séu háðir beingreiðslum og sko ég þekki ágætlega til bændafjölskyldna margra, sjálfur sprottin upp úr landbúnaði og sveit og ertu ekki sammála því að íslenski bændur hafa svona á köflum stundu verið svolítið í vörn? Jú, það alveg hægt að færa góð rök fyrir því að bændur hafa svona kannski ósekju þurft að berjast aldrei mikið fyrir tilverurétti sínum í gegnum tíðina. En ég ætla samt að fullyrða að þetta að breytast. Tónninn mikið að breytast. Við finnum fyrir því hvar sem við komum, alveg sama við hvernig við ræðum, hvar fólk statt í pólitík eða í þjóðfélagsstiganum, að það allir velviljaðir bændum, bóndanum sem slíkum. En oft fólk að svona kannski svolítið að blanda saman landbúnaðarkerfinu, afurðastöðvakerfinu, mjólkuriðnaðinum og bændum og horfa á þetta sem einhvern veginn eina heild og allt sé ómögulegt og við séum svona einhvern veginn við fáum stuðning hins opinbera og þetta og svo tollverndin en þetta í grunninn sko snýst þetta það að við náum að koma okkar orðræðu á réttan stað, við náum að útskýra við hvað aðstæður við búum til hvers þetta, það eru flest allar ef ekki allar þjóðir heims að styðja beint við sinn landbúnað. Það eru langflestar þjóðir heims líka að beita tollvernd. Þetta allt grunnurinn að því að skapa þessi skilyrði bænda til þess að geta framleitt sína vöru og haldi byggð allt land. Það hluti af því sem við erum að gera, að halda samfélagunum í byggð og ég finn það mjög sterkt að það viðhorfsbreyting og almenningi þykir vænt íslensku sveitina, íslenska bóndan og íslensk matvæli, ekki síst. Þannig að ég sé ekki neitt annað núna á næstun en að við séum bara að fara að sækja dálítið fram.
Sko þið hafið enn ítök í venjum alþingi er hérna dagskrá alþingis og hvernig við hugsum alþingi miða svolítið við að bændahöfðingjar komi bara ríðandi úr sveitum landsins og svona þannig að það er ekki eins og þið séu áhrifalaus og alls ekki í sögunni Nei. Þannig að þetta er svona sko þetta er pínlítið mótsagnakent finnst manni stundum Já, það er sko það sem að kannski mér þykir mjög vænt það og nefnir þetta með alþingi því að mér finnst þetta er hérna ef maður má sletta sko þá er þetta svolítið töff að hérna alþingi meðast að argan hátt við störf alþingi sko fengi tíma á sauðburð og smala mennskur á hausti og heiskap þannig að þetta er nú svona svolítið sjarmi yfir þessu og við eigum að halda okkar ítökum þar gefum það ekkert eftir en sko við hérna finnum það að hérna sko pólitískt séð þá held ég að landbúnaður standi mun sterkari núna heldur en mjög oft áður ekki síst vegna þess að hérna í þessum pólitíska raunveruleika eða veruleika sem er að eiga sér stað núna vítt og breytt heiminn þá eru allar þjóðir sama hvar þar standi í pólitík að huga betur að sínu nærsamfélagi og sínum innviðum og ekki síst og jafnvel oft í aðalatriðum að sinni matvælaframleiðslu og þarna mun einfaldlega reyna bara dálítið á nýja ríkisstjórn sem að tók nú við völdum í lok síðasta árs og ég óska allsins besta og velfarnaðar í sínum störfum og vil taka það fram að þeir ráðherrar og þingmenn sem ég hitt úr þeirra röðum hafa bara gefa af sér góðan þokka og mér líst vel á samstarfið allt þetta fólk og ekki síst atvinnuvegar á þeirra Hönnu Katrínu Friðriksson ég hérna er bara spenntur fyrir samstarfinu með henni og til svona til kannski vitnisburðar það hvernig hugur þessara ríkisstjórnar er að þá erum við að fara núna 7. til 9. apríl í sameiginlega hringferð atvinnuvegar á þeirra og formaða bændasamtakana og stjórn bændasamtakana eftir atvikum eftir því sem þau komast að eiga millilega laust samtal við bændur við ætlum að fara að halda bændafundi hitta bændur þannig að bæði ég og forysta bændasamtakana ráðherra málaflokksins sem á hverjum tíma í rauninni að vera öflugasti baráttumaður og talsmaður íslensk landbúnaðar það er sá ráðherra sem fer með málaflokkin Þarna ætlar hún að gefa bændum tækifæri á því að eiga við sig þetta millilega lausa, hreinskipta samtal stöðu íslenskra bænda, mikilvægi íslensk landbúnaðar og framtíðar sýn okkar bændum það hvernig við eflum og styrkjum stöðu okkar hér fyrir komandi kynslóðir, fyrir bara öryggi þjóðarinnar að hafa aðgang að nægum matvælum. Það er kannski okkar lykilhlutverk að framleiða nægt magna matvælum. Síðan er það matvæla öryggið þar sem að við komum inn á heilnæmi vörunar og framleiðslu ferlarnir að þeir séu góðir og að neytendur geti treyst vörunni. Þarna eru íslenski bændur og fyrirtæki okkar bænda að standa sig mjög vel. Þetta finnst mér mjög áhugavert. Þannig að Hanna Katrín það verður bara riðið hér og haldnir fundir víða land þessa daga. Já, þessa daga. Og þetta finnst mér þetta er svona til vitnisburðar þessa nýju nálgun sem þessi ríkisstjórn boðaði. Og þetta samtal við þjóðina. Og fyrir okkur að geta verið með í því samtali núna með ráðherramálaflokksins svona í upphafskrefum nýrra búvörusamninga. Nú talar þú bara eins og upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar. Ég held að þið bændur væru alveg brjálaðir, allir inngrónir í Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn og hefðu mjög neikvæða tilfinningu gagnvart þessari ríkisstjórn. Ég ætla að tala fyrir mig. Ég held að það sé tækifæri í þessari breytingu sem hefur orðið núna í pólitísku umhverfi. Fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Framsóknarflokkinn að endurskipuleggja sig, hugsa sína stöðu svolítið upp á nýtt. Á sama tíma er þetta gríðarlega mikið tækifæri fyrir þessa stjórnarflokka sem eru núna í ríkisstjórn. Þau hafa allt að vinna, þessi ríkisstjórn. Þau eru kosin, þjóðin treystir þeim,
bændur ekkert í neinni stöðu til þess að fara að setja sig upp á móti ríkisstjórn sem þjóðin kaus. Þetta bara fólki sem að við þurfum og ætlum að vinna með og við ætlum að vanda okkur að gera það vel og okkur hlakar til og erum bara bjartsýn á það. Og talar eins og Njáll á Bergþórskóla. Allir við séum ekki frændur, ég hugsa það. En sko, ég vék aðeins talinu í inngangnum að þessum breytingum sem við erum að verða vitni að í heiminum. Og mér finnst bara sjálfum í mínu nær umhverfi að það meiri virðing gagnvart matvæla framleiðendum hér á landi sem eru þið bændur náttúrulega að nokkur leyti heldur en hefur verið, þannig að í því eru einhver tækifæri, en það líka svolítið sko svona þessi slagur á milli neytenda og ykkar að sko gæði íslenskrar landbúnaðarvöru finnst nú flestir tala mjög vel gæðin, en mönnum finnst þetta stundum svolítið svona lokað og dýrt og búvörulögin hafa náttúrulega breytingarnar á þeim hafa verið mjög umdeildar. Svona einhver innri naflaskoðun hjá ykkur? Eitthvað sem að þið getið gert til þess að koma betur á móts við neytendur, íslenska neytendur? Sko, já, ég held að það sé ég ætla náttúrulega bara að byrja því að koma inn á það að íslenskir bændur, þeir eru algjörlega háðir því að eiga góðum samskiptum við íslenska neytendur og þar veit ég að í öllum okkar framleiðslu greinum leggja bændur mikið upp úr því að það sé vandað til framleiðslunar á frumstigi eða hjá frumframleiðendum. Það sé vandað til framleiðslunar á vinnslustiginu og framsetningu í verslun, þannig að samskipti bænda og neytenda séu sem allra best. Og við viljum bera virðingu fyrir því að neytendum þykir vænt okkur. Þannig að við megum aldrei missa sjónar á þessari nauðsyn þess að vera í góðum samskiptum við íslenska neytendur. Og þar bara til dæmis getum við tekið sem dæmi þróunarverkefni sem við höfum verið með síðustu árin í merki sem heitir Íslenskt staðfest. Þar sem að bændasamtökin eiga að öllu leyti og erum að vinna í ásamt íslenskum framleiðendum að koma þeirri merkingu á fleiri vörur, þannig að neytendur geti bara treyst í þegar þeir sjá þennan stimpil á vörunni, þá hér íslenska vöru að ræða, framleita við gæðakröfur íslenskra bænda og þeirra fyrirtækja. Þetta skiptir miklu máli fyrir samskiptin vegna þess að það ekkert eins óheilbrigt eins og að sko kaupa vöru og þú ert að borga fyrir vöru og þú heldur hún sé eitthvað annað en það sem hún er. Þarna þurfum við að laga til og við getum gert betur þarna íslenski bændur og okkar fyrirtæki og eigum að gera það og ég finn ekkert annað en að það sé vilji okkar starfstéttar, sem sagt bænda og okkar fyrirtæki að gera enn betur þarna. Nú, varðandi sko verðlagning á vörunni, þá þurfum við náttúrulega að horfa í ýmsa þætti og við höfum engan sérstakann metnað fyrir því að vera alltaf með dýrustu vörun á markaði. Alls ekki nema síður sé. Og þá þurfum við líka að horfa í þennan grunn sem að við erum ofta að ræða sem að neytendur gagnrýna líka oft eða kannski almenningur og stjórnmálamenn hafa leyft sér en mér finnst vera víðtækari skilningur á núna. Það eru búvörusamningar. Til hvers eru búvörusamningar? Þeir eru upphaflega settir á til þess að jafna kjör heimilanna. Það var að verða stéttskiptingi mikil í samfélaginu þar sem að það voru að verða hópar fólks í okkar samfélagi sem einfaldlega höfðu ekki efni á því að kaupa íslenskan mat. Þá var farið í þetta ríkið fór að niðurgreiða framleiðslukostnað bænda á vörunni til þess að það væri hægt að mæta neytendum að allir hefðu aðgang að vörunni á sem sanngjörnustu verði og við værum ekki að skipta þjóðin upp í hópa. Þessi tilgangur búvörusamninga hefur í grunninn ekkert breyst. Hann þarna ennþá til staðar.
Og við sjáum það alveg og finnum að í sumum vörum sem við erum að framleiða hér innanlands erum við að nálgast þetta verðþol sem við getum boðið neytendum. Þess vegna var nú farið í til dæmis þessar breytingar á búvörulögum, meðal annars til þess að fara að lækka framleiðslukostnað á lambakjöti og nautakjöti. Vegna þess að framleiðslukostnaðurinn hann er mjög hár og bændur hafa lagt mikið á sig til þess að ná niður kostnaði við frumframleiðsluna. Svo það vinnslustygskostnaðurinn sem of mikill. Við erum að reka of mörg sláturhús fyrir of fáa sláturgripi. Og það beinlínis hagur okkar allra, bæði neytenda og bænda. Við náum að draga úr kostnaði. Fólk hefur svolítið óttast að þetta muni bara fyrst og fremst bæta afkomu stórra fyrirtækja í þessum geira en ekki skila sér í lægra matarverði til neytenda. Já, þá getum við líka bara, og ég skil þessa umræðu, ég skil hana mjög vel og það ekkert annað að gera en að taka tillit til hennar. Hins vegar það þannig ef við skoðum bara, ef við skoðum eins til dæmis bara ef ég tek sem dæmi þó að ég gerir nú lítið að því að taka út fyrir svig ykkur einstaka búgreinar í mínum áflutningi, þá ætla ég samt að leyfa mér það nú að verðlagning til dæmis á sauðfjárafurðum síðastliðið haust. Það hækkað umtalsvert til bænda verðið. 17% var hækkunin á verðskrám afurðastöðva. Hvað gerðist út á markaðinn? Margir hafa haldið fram að lambakjötið hafi hækkað svo mikið út á markaðin það sé allt út af breytingum á búvörulögum. Hins vegar var það sem gerðist út á markaði að það var loksins orðið rými til þess að hækka til bænda en mun minni hækkun til neytenda heldur en hefði gerst árin áður, síðustu 3 ár þar á undan vegna væntinga hagræðingu sem átt að geta átt sér stað í vetur í sölu, vinnslu og dreifingu. Síðan þetta allt búið að vera á hold, ekkert búið að gerast eða geta gerst og við sjáum bara fram að það styttast í lögin dæmd ólög og það búið að það Hæstiréttur eftir að kveða upp sinn dóm. Það ekki búið að klára það, Hæstiréttur eftir að segja sína skoðun. Nú, það sem að skiptir kannski máli núna þegar að ný ríkisstjórn hefur boðað það að fella þessi lög og gildi. Það kemur mér ekkert óvart. Þau voru einfaldlega búin að gefa það út að þau myndu gera það. En ég átti hins vegar ekki vona því að þau myndu gera það án þess að leggja þá á borðið það sem þau ætla að gera í staðinn. Það finnst mér svolítið fljótaskrift á því hjá þeim. Ég hefði kosið að þau myndu aðeins bara fara rólega í þetta. Það ekkert að gerast, það allar að bíða þetta dómi Hæstaréttar. Klárum hann, leggjum þá fram samhliða þessari breytingu ef að þetta mikill vilji ríkisvaldsins að breyta þessu það sem á að taka við í staðinn sem á að tryggja bændum og þeirra fyrirtækjum áframhaldandi möguleika til hagræðingar til að lækka framleiðslukostnað á vörunni þannig að við getum haldið áfram að bæta kjör bænda án þess að þurfa að sækja það allt í vasa neytenda því að við höfum engan sérstakan áhuga á því. En finnst þér ekki óheppilegt að talsmenn afurðastöðva sem að segja við þurfum hagræðingu og það mikilvægt að við náum fram þessum breytingum sem brutu í rauninni svolítið gegn neytenda vernd eins og neytendaréttur hefur verið þess vegna þurfti þessar undanþágur og frumvarpið náttúrulega endurskrifaði yfir nótt eins og við vitum sem ekki góð stjórnsýsla. Finnst þér ekki svolítið óþægilegt að þessi sömu fyrirtæki sem munu hagnast á þessum breytingum eru sjálf í ansi umsvifamiklum innflutningi á kjötförum og öðru þannig að það má segja að þau standi beggja megin við borðið. Já, það þetta hef ég margoft heyrt og ég veit alveg að þau þurfa stundum að flytja inn kjöt þegar það vantar kjöt á markaðinn. En af hverju vantar kjöt á markaðinn? Það vegna þess að bændur ráði ekki við að framleiða nóg af vöru hér af því að það ekki að nást upp í framleiðslukostnað. Heldur við að þessi innflutningur sé fyrst og fremst til þess að fylla upp í göt? Já, hann fyrst og fremst til þess. Þú ert viss um það? Já, ég nokkuð viss um það. Það hins vegar þannig að við sjáum tækifæri í því að auka framleiðslu. Við vitum að við höfum umtalsvert mikla meiri framleiðslu getu í landinu heldur við erum að nýta.
og það þangað sem við erum að reyna að fara. Og ég ætla ekki að úttala mig vinnubrögð Alþingis við þessa lagasetningu síðastliðið vor. Ég vil bara að fólk gæti sín á því að láta ekki bændur sitja uppi með skaðan af einhverjum pólitískum átökum innan Alþingis. Að þetta fari að snúast upp í einhver pólitísk prinsip, það finnst mér ekki gott. Þess vegna hefði ég kosið bara, þetta vilji þessari ríkisstjórnar, en klárið það þá. Ekki taka þetta bara úr sambandi og ætla svo að leggja fram það sem á að taka við einhver tíma seinna. Höldum áfram með vilja þessarar ríkisstjórnar að hún svolítið öðruvís en aðra ríkisstjórnir, hvað það varðar að nú þessi þjóðaratkvæðagreiðsla á dagskrá og Evrópusambandið og það margt sem bendir til þess að ráðamenn þessara ríkisstjórnar muni flýta þessari atkvæðagreiðslu. Setjina fyrr á kjörtímabilið staðar sem yrði aftarlega þá ég og þú getum ekki útilokað að það verði bara hreinlega blásið til þessarar atkvæðagreiðslu eftir nokkra mánuði. Þannig sýnist mér að hið pólitíska landslag sé að skipast. Og þá ég svolítið spenntur að heyra í ykkur bændum og þér sem talsmanni bænda. Sko við höfum svona, það svona sagt sumir haldaði fram að það séu ný rök fyrir því að ganga í ESB. Og þá talað öryggis og varnarhagsmuni, það talað ESB takið einhverju leyti við þessu öryggis hlutverki sem að okkur sýnist að sé engin friður hvað var að Bandaríkin og varnarsamningurinn allur mikil umræðum það hvort hann haldi í raun eins og þessi maður sem núna Bandaríkjaforseti keyrir sína stefnu. Já. Og ef ég man rétt, ég er nú búin að vera nokkra áratugi í fréttum, en ef ég man rétt þá hefur bændaforistan og íslenski bændur hafa nánast talað einni röddu gegn aðild að ESB. En það eitthvað að breytast núna í ykkar röðum með þessum nýju rökum sem ég nefndi? Ég held að við séum kannski ekki alveg komin á þann stað að geta úttalað okkur afstöðu bænda. Ég kannski get fullyrt að ef að bændur ætti að greiða atkvæði inngöngu í Evrópusambandi í dag, þá myndu þeir segja nei. Já. Hins vegar þá teljum við mjög mikilvægt í stjórn bændasamtakana að við undirbúum okkur vel undir þessu umræðu og vinnum þá grunnvinnu sem að okkur ber að gera til þess að bændur geti átt upplýsta umræðu sína milli tækifæri í inngöngu eða ógnanir við inngöngu í Evrópusambandið. Það held ég að sé kannski það mikilvægasta sem að við getum gert núna, lagt til málana núna næstu vikur og mánuði bændasamtökin að kryfja Evrópusambandið til þess að átt okkur á eitthvað þarna sem að ógnar okkur, eitthvað þarna sem að gefur okkur tækifæri, kannski jafnvel eitthvað þarna sem að getur skapað hjá okkur nýjar hugmyndir að því hvernig við byggjum upp okkar strúktúr hér heima án þess þó að við sem að tala að ganga í Evrópusambandið. Vegna þess að mín persónulega skoðun svo að það sé mikilvægt fyrir okkur sem þjóð að halda á okkar málum sjálf og að við getum tekið okkar eigin ákvarðanir, en það bara mín skoðun. Við munum þurfa að taka þessa ákvörðun þegar því kemur með inngöngu eða ekki inngöngu í Evrópusambandið. Við munum þurfa að taka þá ákvörðun eftir mikið dýpra samtal hverja verða afleiðingarnar. Heldur að verða einhver umræðan þetta á búnaðarþinginu næstu 2 daga? Ég á ekki sérstaklega von á því, nei. En enga síður þá hef ég verið að ferðast núna þó svolítið landið og hitta bændur og það nú eitt af því ánægjulegast í mínum störfum sem fórum að bændasamtakana, það að fara heim í hérað og hitta bændur og eiga millilegilegt samtal við þá. Að ég hef alveg verið að velta upp þessum spurningum og hvetja bændur til þess að skoða þetta og
við getum ekki, og við bentum á líka, við getum ekki undir neinu kringumstæðum farið fram og sagt bara nei, eða sagt bara já. Við þurfum að geta sagt nei og hvers vegna, eða já. Og það ansi mörg okkar sem að sko tengja við það að við erum einhvern veginn á hreyfingu með viðþorf okkar núna bara frá degi til dags. Já, það bara þannig, og það það bara einhvern veginn svo. Það svo margt að breytast í heiminum á skömmum tíma. Á stuttum tíma, og það gerist hratt, og þá hugsa maður sko eins og til dæmis, það nú margir haft í flimtingum að vera með plan. Það gott að vera með plan, og það getur verið mikilvægt. En það sem mikilvægast af öllu, það að fólk og ríkisstjórnir og samfélag hafi og búi yfir aðlögunarhæfni. Og aðlögunarhæfni snýst það að þegar að planið bregst, þá getur brugðist við. Og það kannski ekki síður mikilvægt heldur en planið sjálft. Það hvernig bregstu við ef að planið klikkar. Og þá segi ég það að það eru að flest allar þjóðir heims núna að horfa inn á við. Þær eru að gæta sínum innviðum, öryggismálum, fæðuöryggi þjóða mjög ofarlega á dagskrá allstaðar. Það eru allir að halda að sér höndum. Það orðið erfiðara, hefur maður heyrt hjá mörgum, að flytja matvæli milli landa. Þetta á einfaldlega að kenna okkur það að við skulum byrja heimavinnun okkar. Gerum hana vel. Áttum okkur á því hvar við stöndum veik fyrir, hver eru okkar styrkleikar sem þjóðar, og byggjum á því. Af því þú nefndir tækifæri og ógnir áðan, gætu við örstutt bara á 1 mínútu rætt einhver möguleg tækifæri fyrir annars vegar ykkur bændur og hins vegar okkur neytendur með aðild að ESB og einhverjar ógnir? Sko, eins og ég sagði áðan, ég held að það sé of snemmt að úttala sig þetta. Hins vegar það þannig að í landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins, og að þar verið að hún í endurskoðun núna, og það að taka ný stefna við núna 2028. Ég held hún sé til 32 eitthvað svoleiðis. Á hvað þeir að leggja áherslu? Þeir að leggja áherslu á mörguleyti og sem hluti og við. Þeir að sjá það að þeir sem stunda landbúnað í Evrópu, þeir að meðaltali í 40% undir tekjum annarra stétta samfélagsins. Þetta óviðunandi. Þetta bara svipað hér og óviðunandi. Við erum allt og langt undir í tekjum og launaviðmiðum annarra stétta samfélagsins. En nokkuð mismunandi samt það ekki milli búgreina eða hvað? Ég held að það sé... Jú, það mismunandi, en það því miður þannig það engin ein búgrein sem raunverulega blómstra, skilurðu mig. Og við þurfum að komast þangað, á þann stað að íslenskur landbúnaður blómstri, af því hann getur það ef við viljum það. Við höfum þetta jarðnæði, við erum með jarðvarman, við erum með raforkuna sem náttúrulega bara auðlind þjóðar sem þjóðin á að fá að njóta. Við erum með velmenntað fólk, við erum með hrein búfjárkyn, við erum með vatnið. Þetta alveg gríðarlegt forskot á margar aðrar þjóðir. Sumstaðar orðið vatnsþurrð, land orðið ofnýtt. Þetta vandamál annars staðar sem að við búum ekki við hér. Það bara tækifæri. Tækifærið okkar í þessu, það að nýta auðlindirnar betur í þágu þjóðar og til matarframleiðslu. Já, en sko þessi klassíska frétt sem alltaf dúkkar upp reglulega, mismunur á verði kjúklingabringu eða eitthvað 4 sinnum dýrari hér heldur en einhver öðru landi nálægt okkur. Hvað með það? Ertu ekki sannfærður það að við myndum sjá að jafnaði stórum lægra matvælaverð hér með eingöngu í ESB? Sko, ég bara ekki alveg sannfærður það vegna þess að það yfir 80% af allir matur sem flutt inn til landsins í dag sem ber enga tolla. Og af hverju þessi matur svona mikið dýrari heldur en annars staðar? Aðflutningurinn bara dýr.
það dýrt að flytja vöru til landsins og ég bara ekki búinn að sjá þau rök eða kaupa þau rök en þá að þetta muni gjörbreyta öllu. Nei. Og ættum við kannski í einhverju tilvikum að setja spurningamerki við verslunarrisana hér á landi en ykkur bændur þegar talið best að þessum málaflokki? Sko, ég ætla bara að fá að segja, ég held að verslunin sé mikill vinur bænda. Já. Ég samfærður það, af því að við erum ekkert að sjá það í verslunum að það sé eitthvað óeðlileg afkoma af sölu á íslenskri vöru. Við höfum ekki séð það. Hins vegar það sko svona kannski svolítið sérstakt stundum. Það ef þú tölum bara íslenskar kartöflur. Af hverju innfluttar kartöflur að dælast inn í landið á sama tíma og það nægt framboð af íslenskri kartöflu og innfluttar kartöflan fær oft á tíðum svipaði sama pláss út í verslun. Ég skal segja þér að vegna þess að ég verð að lesa fréttir þetta. Íslensku kartöflurnar eru bara skemmdar upp til lópa. Já, það núna þennan veturinn það þannig, já. Það náttúrulega bara út af erfiðu tíðarfari síðastliðið sumars sem að við erum nú að bíðum enn í vona með að ríkið klári að mæta því tjóni á bændum þannig að þeir geti bara hreinlega sett niður kartöflur næsta sumar. En þetta er frávika tímabil. Já, þetta svona frávika tímabil sem að við skulum ekki blanda inn í umræðinu eða ætla að verði alltaf vandamál. Af því að ég tek þetta bara svona sem lítið dæmi. Við sjáum þetta ofta sko, hér það svolítið erfitt fyrir sko framleiðendur eða okkar fyrirtæki sem eru milliliðirnir okkar framlenging okkar bænda út til verslunarinnar að það væri rosalega gaman að sjá þá þróun að verslunin taki meiri ábyrgð á þeirri vöru sem hún tekur inn til sín að hún seljist. Það alltaf auðveldari fyrir verslunin að skila tilbaka til íslenskra framleiðenda heldur en þess sem að heildsalar eru búin að flytja inn til landsins. Það enginn sem tekur við því aftur. Það bara þarf að seljast. En sko heilt yfir þá höfum við sko mikla burði til þess að auka hlutdeild okkar framleiðslu á markaði. Hlutdeild okkar íslenskrar nautakjötsframleiðenda, hún hefur farið mjög versnandi síðustu árin og mér finnst það vont og mér finnst það óþarfi á sama tíma og íslenski framleiðendur eru búin að taka verulega stórstígs framfaraskref með innflutningi á nýju erfðaefni til að framleiða hágeða nautakjött. Það eru svona 10 ár síðan að það var byrjað í því ferli og fyrstu gripir eru svona farnir að mæta til sláturinnar og við sjáum að það er allt annað bragur á því og þeir eru ánægðir með það sem að gerast hjá þeim. En á sama tíma hefur sko hlutdeild á markaði minnka sem það er sárt fyrir bændur að horfa á það þegar þeir fara í svona vegferð, þeir eru að bæta sig og þeir eru að bjóða upp á betri vöru og þeir eru að nálgast neytendan og á þennan hátt að þá aukist innflutningur heildsala á sama tíma á ódýrara nautakjöti sem kannski ekki endilega ódýrara þegar það farið að skoða það. Það er sláandi að heyra þið nefna að hagur bænda sig að jafnaði 40% verri heldur en annara stétta því að ég þekki þannig sjálfur að menn setja rosalega vinnu í þetta og bindingin er náttúrulega algjör. Það er eiginlega bara á síðustu árum sem að fólk í hópi bænda leyfir sér að fara í einhverjar utanlandsferðir árhundruðum saman hefur þetta verið þannig að þú ert bara vakinn og sofinn yfir þínu búi alla 365 daga ársins en hafið ekki aðeins náða rétt úr kútnum líka sko bara með ferðamannasprengjunni hefur það ekki bætt hlutskipti? Jó, við skulum taka þessi 40% sem ég nefndi áðan það var viðurkennt í Evrópusambandinu það mæld eining þar við höfum ekki mælt þessi einingu hér en við vitum að við erum langt að undir. Já, þú orðar ekki einhvern veginn þannig að það var ekki ólíklegt. Já, það er ekki ólíklegt að það sé þannig. Það sem að sko skiptir máli í þessari umræðu að bændur eru gríðarlega útsjónarsamir. Þeir eru duglegir og þeir standa sig vel. Og þeir eru fjölmargir þeirra sem að hafa gripið þessi tækifæri sem ferðamanna-iðnaðurinn hefur fært þeim. Og það hefur gefist vel. Margir hafa bara náð að
hvað ég segja, bjarga sér fyrir horn og geta byggt sína jörð og haldið áfram sinni búsetu með störfum tengdum ferðarþjónustu. En nú dettur mér líka í hug bara því að við hljótum að framleiða miklu meira matvælum ofan í alla þessa gesti sem eru 2 milljónir þegar mest eða eitthvað sluð. Já. Hefur það ekki líka skapað svona, hvað maður að segja, hagræðingar möguleika eða er ekki meiri líkur á hagnaði þegar þú ert með stærra bú, meiri framleiðslu heldur en lítið? Sko það staðan svo á sama tíma og Íslendingum hefur fjölgað og ferðamönnum hefur fjölgað, stórfjölgað, að þá hefur verið samdráttur í framleiðslu á eiginlega öllum íslenskum matvælum. Já, þetta bara flæðið kemur utan. Flæðið kemur utan. Þess vegna segi ég enn og aftur, samkeppnin sem við erum að glíma við kemur erlendis frá. Það mjög áhugavert. Samdráttur hreinlega. Það alveg hægt að segja þessi samdráttur vegna þess að stöðnun eða framleiðslu magni sé alltaf það sama á sama tíma og þeim fjölgar sem að neyta matvæluna, þá ekkert annað en samdráttur í rauninni. Og þetta það sem við höfum verið að tala um að þessi tækifæri sem hafa verið að fylgja fjölgun þjóðarinnar, fjölgun ferðamanna, stór aukning í ferðamanna iðnaðinum, við höfum ekki náð að grípa framleiðslu tækifærin sem fylgja því að framleiða matinn onni í þetta fólk. Og það það sem við viljum gera, við viljum auka okkar hlutdeild, við viljum fá að taka þátt í þessar aukningu. Við erum samt ekki að flytja inn mjólk, þannig að alltaf kúabændur hljóta að hafa einhverju leyti haft tækifæri til þess að... Já, auðvitað hefur það verið þannig að það hefur náttúrulega aukist mikið framleiðsla á mjólk, en sko það mjög misjafnt eftir því hverjir að ferðast inn til landsins, hvort að það hefur mikil áhrif á mjólkurneyslu, af því að þjóðir heims eru svo mismiklar mjólkurþjóðir. Það ekkert allar þjóðir sem eru voðalega hrifnar af mjólkurvörum eða neyta mikilla mjólkurvara. Þannig að það misjafnt milli ára hvernig ferðamanniðnaðurinn tekur til mjólkuriðnaðarins í rauninni eða hefur áhrif á það. En fyrir 20 og eitthvað árum voru við að framleiða rúmlega 100 milljónir lítra og konur í 150 milljónir lítra núna rúmlega það. Já, 50% aukning. Þannig að það hefur kúabændur hafa gert það á sama tíma og þeim hefur stór fækkað því miður, þeim hefur fækkað mikið en búin hafa stækkað og þeir að standa sig vel. En af því að þú nefndir þetta með tækifærin í því að stækka búin og hagkvæmar einingar, þá þetta svona gott dæmi togstreitu þjóðarinnar það hvernig landbúnað þjóðin vill hafa. Já. Ég veit á hvaða leið þú ert núna. Já, það ekki annars vegar hægt að vera með að gera þá kröfu á íslenska bændur þeir séu litlir og krútlegir kallar út á hól. Nei. Og svo í hindaginn að þeir séu að framleiða matvæli í krafti stærðarhagkvæmni. Stóriðjur, bara fáar stóriðjur leysi af þetta einmitt fallega krútlega landslag og þessa mynd sem við höfum í dag. Þetta togstreita. Þarna þurfum við í rauninu bara sem þjóð svolítið að fara að ákveða hvernig landbúna viljum við. Hafið þið kannað viðhorf landsmanna því að mann grunar að við stöndum svolítið með svona litla einyrkjanum þarna Já, það var bara könnun gerði í haust á vegum bændasamtakanna og samtakafyrirtæki landbúnaði og þar sýndi sig bara að það 80% þjóðarinnar sem að stendur með íslensku bændum og það kemur okkur ekkert á óvart. Við erum búin að finna þetta lengi, við vitum þetta, við þurfum bara að fara að trúa þessu og vinna eftir þessu og standa undir þessu, ekki síst. Já. Og þú sagði fyrir þáttinn að það væri svolítið þitt hlutverk og ykkar í bændasamtökunum að bara það almenningur myndi draga línu á milli almanna hagsmuna og þess sem að þið hafið fram að færa og leggja áherslu á. Sko, þetta einmitt gott að nefna þetta. Það þetta með að gera aðgreina sérhagsmuni frá almannahagsmunum. Og í þeim efnum þá held ég að við séum til dæmis bara í góðu tækifæri með viðreisn í ríkisstjórn sem hefur beinlínis skert sig út á það að skilgreina þetta milli, að vinna að almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. En talar Njáll Bergþórsson? Já, þannig að við sjáum ekki fyrir okkur neitt annað en það að okkar samstarf verði gott í þeim efnum að koma okkur þangað sem við erum að vera. Okkur hefur verið ýtt í umræðinu yfir í að vera einhvern sérhagsmunaöfl á sama tíma og við vitum, og það vita það langt flestir,
að landbúnaður ekkert annað en almannahagsmuni þjóðarinnar. Það er eiginlega ekki hægt að taka þátt í umræðunni það að landbúnaður og talsmenn landbúnaður séu sérhagsmuna öfl. Þetta er eitthvað sem þjóðin allir kemur við og við þurfum að gæta okkar á því að stilla okkur ekki upp sem einhverju eilandi til hliðar við þjóðin okkar og við ætlum ekki að vera þar. Ert þú sjálfur á bændafólki kominn? Já, ég var alveg frá Njáli. Já, frá Njáli. Þannig að þú ert inngróin í þessa menningu að börn fara snemma að vinna og það er bara unnið alltaf þegar þarf að vinna, þú ert bara að bjarga verðmætum. En nú eru bara komnir alltaf tímar og börn okkar sem ólust upp við ákveðin gildi og viðmið þau bara horfa á klukkuna og það er talað um þennan menningarmun innan vinnustaða líka bara allstaðar í kerfinu okkar að við erum ekki lengur tilbúin. Ungt fólk ekki tilbúið til að vinna nema helst bara einhver 8 klukktíma á dag og ekkert við því að segja. Hefur þetta staðið í vegi fyrir því að það sé auðvelt fyrir bændur að finna afkomendur sem að taka við búunum? Sko, það er í grunninn bara eitt sem stendur í vegi fyrir því að ungt fólk taki við búum. Það er afkoman. Frekar en vinnutíminn. Ég hef engar áhyggjur af því sko að við vitum það er aðsókn í Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Við erum með fullt af ungu, frábærlega vel menntuð og hæfu fólki sem langar í landbúnað. Þröskuldurinn er afkoman og ef okkur ber gæfa til þess að horfast í augu við þann vanda íslensku samfélagi, vanda bændastéttarinnar sem er afkomuvandinn, þá hef ég engar áhyggjur af því að við sýnum ekki þá aðlögunarhæfni að ungt fólk fari í landbúnað, horfi á landbúnað sem raunverulegt tækifæri til atvinnu sköpunar fyrir sig og sína afkomendur. Við þurfum líka að vera tilbúin að horfast í augu við það að það er ekkert sjálfsagt að fólk vinni 12 til 16 tíma á sólarhring hvort sem þeir eru bændur eða vinna við eitthvað annað. Þetta er ekki eitthvað sem við eigum að tala niður eða gera lítið úr eins og margir hafa leyft sér. Þetta er bara samfélagsbreyting, þetta er breyting á hugarfari, fólk gerir meiri væntingar til lífsgæða, fólk er ekki tilbúið að ofurselja sig hlutunum. Miklu meiri tími sem fer í uppeldi og vanda sig í uppeldinu. Já, og það er bara gott, bara frábært. Við þurfum að komast á þennan stað að ungt fólk sjáu einmitt að það geti lifað sambærilegu lífi við landbúnað eins og aðra atvinnu ef það kýs það. Einmitt. Heyrðu, þetta fer nú kannski nálægt loka orðum okkar Trausti. Það er búið að vera gaman að fá þig hér í svona almennu umræðu þessi mál. Við höfum komið víða við en tilefnið er sem sagt eins og ég nefndi áðan að það er búnaðarþing sem hefst í fyrramálið. Þið verðið þarna með mikla dagskrá og ætlið að veita verðlaun fyrir frumkvöðlastarf og mikil hátíð framundan og ég tek eftir því í dagskráni að ykkur dugar ekki einn ráðherra heldur 2. Já, það er engin minnimáttakennd í okkur sko. Hvernig stendur á því að þú ert með Loga Einars? Það er vegna þess að núna í mars eru 30 ár síðan að bændasamtökin eignuðust Bændablaðið. Já. Og við ætlum að halda svolítið upp á það myndarlega við setningu búnaðarþings og það eru 30 ár liðin frá því við eignuðust Bændablaðið og þá er bara viðeigandi að fagráðherra málaflokksins fái að segja nokkur orð. Þetta er nú ansi góður fjölmiðill og mest lesna blaðið á Íslandi. Þetta er alveg frábær fjölmiðill og ég held að ég veit að við erum öfunduð af bændum vítt og breitt heiminn að því eiga þennan fjölmiðill. Já. Ég var með ritstýruna ykkar fráfarandi Guðrúnu Huld daginn. Alveg. Frábær, tilnefnd til blaðamannaverðlauna og henni fannst nú ekki leiðilegt að segja frá því að í fyrsta skipti í sögunni var Bændablaðið hér á Reykjavíkursvæðinu og meira lesið heldur en Morgunblaðið. Já, sem að er
þetta svo mikill mælikvarði á það að stöðu okkar bænda og bændasamfélagsins í íslensku samfélagi. Það áhugi fólks á bændablaðinu. Og þarna þurfa bændur að vera duglegir að koma sínum skoðunum á framfæri. Við erum með mannlega viðtöl, þetta svo fallegur og góður fjölmiðill og hann sýnir svo góða mynd af íslensku samfélagi og við þurfum að varðveita hann vel. Bara eins og samstöðin vettvangur almennings. Akkurat. En kæra þakkir. Bara kæra þakkir fyrir mig. Og gangi ykkur vel trausti. Það hvað 11 í fyrramálið sem þetta hefst. En ekki fara langt á horfendur og hlustendur góðir, við höldum hér áfram með rauðaborðið langt fram á kvöld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.